Já, velkomin að Rauða borðinu. Í kvöld ætlum við að tala Rússland og til þess að gera það þá hef ég fengið fólk sem að þekkir til Rússlands og frá Rússlandi. Þannig eru hjá mér Guðmundur Ólafsson, hann hagfræðingur, menntaður í Rússlandi. Viktoría Baksina, hún málvísindafræðingur og kennari og fædd fyrir sunnan Síberíu. Og Natasja Stoljarova sem hefur komið hingað til okkar áður, hún frá Moskvu, hún skáld og þýðandi og útgefandi. Og svo von á honum Vali Gunnarsinni sem að þekki vel til Rússlands og kannski enn frekar bara til Austur-Evrópu og ég veit hann hefur dvalið í Úkraínu og búið í Úkraínu og Finnlandi og svona mikið í kringum Rússland, þannig að hann eiginlega sérfræðingur okkar í óttanum gagnvart Rússum sem mjög rík hjá þeim sem búa í Londonum sem liggja næst Rússlandi. En að því að tala óttan við Rússland þá kannski ég bara að byrja á því. Guðmundur, líklegt að Rússland sé að fara í stríð í Úkraínu og stendur okkur ógn af ófriðartilburðum Pútins og rússneskra yfirvalda? Það vantar hljóð. Já, það? Það komið núna. Já, nei, Rússland hefur eiginlega aldrei ráðist að fyrrabragði á aðrar þjóðir. Það mjög sjaldgæft. Það í þau skipti sem Rússar hafa ráðist eða farið með her eitthvað ráði á aðrar þjóðir, þá það til dæmis í kjölfarið á innrás nasista og síðan áður þegar Napóleon ræðst á Rússland að þá náttúrulega fylgdu Rússar í kjölfarið og sátu í París í 3 ár og þar að komið til dæmis nafn á skyndibitastaði Bístra og nú þetta eiginlega 1-2 skiptin þar sem að Rússar ráðast á önnur ríki. Það að vísu Pétur Mikli, hann átti í Haukjavik Karl XII og þeir geta nú ekki gleymt í Svíar að Finnland var rússneskt hérað frá 1808 til 1918 þegar bolsjevikar gáfu Finnum og baltísku löndunum frelsi og en ég verð að segja það að það hefur eiginlega aldrei gerst að Rússar ráðist á önnur lönd. Þeir þannig lönd að það erfitt varnir og þeir hafa alveg haft nóg í því að verjast öðrum því að það má heita á 50 ára fresti að þá eru aðrar þjóðir að ráðast á Rússa og það hefur verið svona eiginlega, minnstakosti síðastliðin 500 ár. Guðmundur, nú geti einhver svona dyggur lesandi Morgunblaðsins sagt Afganistan, Prag 68. Afganistan var ekki innrás Rússa. Í Afganistan var rússneskur her, það var óskað eftir Rússum inn í Afganistan af ríkisstjórn Natsibullah. Þeir réðust ekki að fyrrabragði inn í landið. Og svo fóru þeir þegar orðið var ljóst að þeir hefðu ekki þar að gera meira. En gæti þeir ekki lítið sambærilegt á Úkraínu núna? Það væri ákall rússneska minnihlutans í Úkraínu eftir stuðningi rússneska hersins og yfirvalda? Já, það náttúrulega ákall, ég veit ekki hvað ákall það er. Það náttúrulega rússneski minnihlutannir í baltísku löndunum og Úkraínu hafa verið ofsóttir og beittir mannréttindabrotum af versta tagi. Þeir hafa ekki fengið kosningarétt, hafa ekki fengið vegabréf og svo framvegis. Það nú að vísa eitthvað að skána en þetta hefur verið svona í 30 ár. Og það sem alveg augljóst það að það sem að gerast í Rússlandi núna bara einfaldlega svipa og það sem gerðist í Bandaríkjunum þegar að Rússar ætlaðu að setja við eldflaugar á Kúbu. Það var allt vitlaust í Bandaríkjunum. Síðan var samið það. Bandaríkjamenn tóku niður eldflaugar í Tyrklandi og Rússar tóku niður eldflaugar á Kúbu. Og ég á ekki von á öðru en að það gerist líka í Úkraínu að það verður samið. Það að vísu Bandaríkjamenn hafa sendt her, 3000 hermenn sem náttúrulega grín til Evrópu. Og það náttúrulega ákveðin ögrun en ég held að það sé nú bara elliglöp hjá manninum. Þetta svo vitlaust að það skilur þetta enginn. Síðan hefur það bara gerst að síðan Kínverjar tóku þátt í þessu núna fyrir 3-4 dögum, lýst yfir stuðningi við Rússa.
þá eiginlega öll spenna gufuð upp í þessu máli. Þá vita allir að það verður ekkert stríð og þetta eru átök sem eru ósköp eðlileg vegna þess að það var búið að lofa Rússum því 1994 þegar Rússar fóru burt frá Þýskalandi að NATO myndi ekki seilast til áhrifa í Austur-Evrópu en það hafa þeir gert og það mjög eðlilegt að Rússar þeir hugsa sig og vilja vera viðbúnir en það náttúrulega sko vera viðbúnir ekki það alltaf spurning hvað menn eiga ganga langt í því þeir eru náttúrulega með heræfingar Rússar hafa nokkuð stóran her ég held að þeir séu með 1 milljón manns undir vopnum en her Rússa náttúrulega barnaveikur hjá Bandaríkjaher sem eru með sko 2,5 milljón á sínum vettvangi sko. Þannig að stærðarhluturinn eru þannig að það eiginlega ekki hægt að gera ráð fyrir því að Rússar séu að fara að efna til styrjaldar og kalla þetta yfir sig. Nei, það hefur þjóðir og svona hópar það ekki hugsjónir sem ráða þeirra gjörðum, það eru hagsmunir og það hefur engin hag af stríði á þessu svæði, ekki nokkur maður. Það vill engin Bandaríkjamaður fara að fórna lífi sínu einhvers staðar í Zaporozhye hér. Það vill engin Rússi fara að fórna lífi sínu einhvers staðar í Vestur-Úkraínu. Það bara þannig. Og það að vísu sko, það hafa undanfarið verið sjálfboðaliðar, rússneski sjálfboðaliðar sem hafa barist með mönnum í Donbass en það eru þúsundir sjálfboðaliða í Úkraínu hernum Svíar, Bandaríkjamenn og Þjóðverjar. Þannig að það allavega en það eru einu mennirnir sem hafa hugsanlega áhuga á einhverju stríði en sko við getum alveg gefið okkur það eru bara vitleysingar og það alltaf í kringum svona stríða að það svona ákveðin hópur af vitleysingum sem að vill gjarnan sko hafa hag af stríði. Nú en síðan það náttúrulega aðstæður í Bandaríkjunum eru mjög skrýtnar. Bandarískur vopnaiðnaður, hann þannig að það eru verksmiðjur í hverju einasta fylki í Bandaríkjunum. 20% af fjárlögum í Bandaríkjunum eru til hernaðar og það einhver mestu útgjöld sem nokkurt ríki hefur varið til hernaðar í mannkynssögunni. Það bara hannig. Og alveg svo Eisenhower forseti spáði þegar hann lauk sínum ferli að þá eru Bandaríkjamenn óskaplega háðir þessum iðnaði. Hann heimtar meira og meira, hann heimtar stríð og frá 1945, þar að segja á friðartímum, þá eru Bandaríkjamenn búin að drepa 20 milljón manns í öðrum löndum. Og þetta alveg rosalegur hlutur sem að heimsbyggðin verður að fara að hugsa út í. Það ekki hægt að umbera svona manndrápsvél. Viktoría, finnst þér líklegt að rússnesk yfirvöld efni til ófriðar sem að geti leitt til svona í lok síðasta árs að þá mátti sjá svona vangaveltur hér og þar í fjölmiðlum á Vesturlöndum þriðju heimsstyrjöldina og það var mikið svona lagt undir í þessu. Finnst þér þetta líklegt svona? Hvað segir svona? Já, sem sagt, mér langar að hugsa að þetta sé ólíklegt, sem sagt, en málið að ef við skoðum bara Úkraínusvæði sem svona herstjórnarlegt svæði, þá þetta einhvers konar varnarmúr milli Vesturlanda og Rússlands og Rússar sem höfðu jafnvel eftir hrunið alltaf verið þar til staðar að minnsta kosti í andliti til dæmis varnarlitsins sem var til þar nálægt Krímska, jafnvel fyrir innlímun samkvæmt samningi milli Úkraínu og Rússlands 1991 og líka ef við skoðum bara kjarna málsins sem sagt af hverju gerðist allt þetta sem gerðist þá þurfum við bara að fara tilbaka alla leið til febrúar 2013 til Evrómaidans og málið var að þáverandi bara forseti Úkraínu Janukóvič sem var að semja við Evrópusambandið frekari tengsl
allt í einu skipti skoðun og vildi gjarnan bara styrkja sambönd milli Úkraínu og Rússlands og meiri hluti Úkraínumanna voru ósammála honum, ólíkt þeim sem búa í austurhlutanum. Og svo, þú veist, gullur af golli gerðist allt þetta sem nú þegar til staðar. Og núna þegar sem sagt samkomulagið vopnahlé til staðar, en samt hefur sem sagt hvernig má ég orða það sem sagt Vesturlönd ennþá hafa áhuga á því að styrkja áhrifin sín þar, þá getur Rússland náttúrulega ekki verið bara kyrrt, myndi ég segja. Þá þurfum við líka að bregðast við þessu. En mér langar helst að hugsa að þetta verður meðhöndlað í gegnum viðræður, gegnum samtöl milli landanna, en helst ekki gegnum stríðið. En þú ert að lýsa svona vandamálið eiginlega Úkraína sem svona að klofna og helmingurinn leitar stuðnings til Rússa og helmingurinn leitar stuðning til Vesturlanda. Og það eiginlega vandamáli kannski frekar heldur en ásælni Rússa í vilji Rússa til þess að stækka svona landsvæðis í kringu sig eða hvað. Hvort vandamálið? Vandamálið Úkraína og samsetning þjóðarinnar núna eftir Sovjet eða vandamálið stórveldis hugmyndir Pútins og Rússa? Mér finnst að þetta myndi frekar vera svona bræðra, þú veist, þjóðar vandamálið, því að þú veist, við höfum alltaf álítið Úkraínumenn sem einhvers konar bræðra fólk, bræðra þjóð, þannig séð, og það sem gerðist eftir hrunið að Úkraína var og reyndar ennþá mjög margklofið land og spillingin gríðarleg sem hefur greinlega tafið, þú veist, einkavæðingu eða innleiðslu borgarlega réttinda. Þannig að maður getur alveg séð aðgerðir Rússland sem einhvers konar aðstoð sem landið veitir bara bræðraþjóðinni síni, en á sama tíma getum við aldrei gleymt hagsmunum. Þú veist, eins og ég nefndi, herstjórnarlega séð þetta mjög mikilvægt svæði, en ef Vesturlöndin ætla að styrkja áhrifin sín þar, þá þarf Rússland hvað sem að bregðast við þessu á einhvern hátt. Natasja, finnst þér líklegt að Rússland efni til ófriðar sem getur leitt til stórrar styrjaldar? Ég persónulega svolítið í afneitun. Mér langar ekki að þau mun fara í stríð augljóslega og ég trúi ekki kannski að þetta mun gerast af því að ég stundum hugsa Rússland svolítið passive-aggressive, heldur aggressive, eins og til dæmis með Krímia. Það voru, þú veist, ekki svona hermenn, ekki margir dóu og það var svona með referendum og það þú veist, það skiptir ekki svo stóru máli hvort það var svona rétt eða ekki, ég veit hvernig kosningar virka. En á sama tíma mér finnst ef við skoðum Krímia-dæmi, þá var það frekar svona peaceful. Ég ekki sammála því að þetta gerðist, en ég held þetta gerðist á frekar sæmilegan hátt. Og til Rússlands að fara í stríð, það mun kosta mjög mikið með alls konar sem mun koma tilbaka. Og ég held nú þegar það mjög mikið í gangi í Rússlandi
og enginn þarf þess og ég held Putin viti að það mun ekki hjálpa neinu og ég ekki viss hvort hann verður svona vinsæll í Rússlandi eftir það af því að nefnilega eins og Viktoría sagði við erum bræðraþjóðir og ég þekki marga Úkraínumenn bæði hér og í Rússlandi og í Úkraínu. Ég búin að ferða þangað svona 10 sinnum, þetta eins og Rússland fyrir mig og mér finnst mjög skrítið að hugsa það getur byrjað stríð. Já, þannig að þú ert að segja að það sé ekki svona almenna vilji í Rússlandi fyrir einhverjum stríðsátökum við Úkraínumenn. Það myndi ekki fara vel í þjóðarsálina. Nei, það sem ég tók eftir, ég til dæmis ég tala við foreldra mínar og þau eru svona dæmigert fólk sem að horfa á fréttir í sjónvarpinu og reynir ekki að moka djúpt og finna hvað rétt og rangt. Og þau bara segja mér að nei, þetta verður allt í lagi, það verður engin stríð og það bara fjölmiðlar í útlöndum sem að reyna að kasta skít á Rússland eins og venjulega. Og fólk hugsar ekki að það verður stríð. Á sama tíma ég sér að margir vinir frá Úkraínu eru svolítið viss að það verður stríð og þau eru að undirbúa það og ég veit að söngvarar byrja að syngja svona patriotiska lag og fólk eru að svona andlega undirbúa sig fyrir stríð og það alls ekki þannig í Rússlandi. En þú sagðir eitt þarna áðan að þú sagðir að svona eins og vanalega þá er fólk að svona kenna Rússum hitt og þetta. Er þetta tilfinningin í Rússlandi að Rússland sé nota svona sem kannski ógn og óvinnur í Austur-Evrópu og kannski Vesturlöndum og í Bandaríkjunum sem að Rússar eiga bara ekkert inni fyrir, eiga ekkert skilið þessa stöðu sem verið að setja þá í sem svona einhverja ógn og vond ríki. Er það ríkjandi hjá Rússum að upplifa það að aðrir hafi svona neikvæða sýn á Rússa? Já. Og það mjög mikið talað í fréttum að Bandaríkjumenn sagði þetta en þau gerðu þetta, af hverju enginn tala það og til dæmis með Georgíu 2008 það var eitthvað vesen með það að útlenska fjölmiðlar þau sýndi mynd af georgískum hermannum og skrifaði að það sagði að þetta voru Rússar og alls konar svona en það mikið tala þetta að allir eru bara á móti okkar en ég held þetta líka bara hluti af svona propaganda. Putin notar þetta með því að draga upp að þessu allir á móti okkur. Já. Það algengt hjá svona allræðis yfirvöldum, það bara þannig. Herðu, en Valur, þú búin að búa í Úkraínu og ég svona að reyna að skilja þetta. Sömuleyti þetta land sem er klofið í afstöðu, sumi vilja fara leita bandarags við Vesturlönd og vilja losna við Rússa. Úkraína verður aldrei frjáls meðan að Rússar hafa ítök hérna í okkar landi, líklega stemmingin. Hinum megin er fólk sem að segir það að upplifi sig sem svikið með samskiptum stjórnvalda við Vesturlönd og horfa á tengsli við Rússland sem svona líflínu til þess að geta lifað þarna. Hvað er vandamálið ekki bara að Úkraína er ríki sem bara út af sögulegum ástæðum bara hangir ekkert saman lengur? Það gæti verið ofsögum sagt við fall Sovétríkjanna þá fóru þessi ríki mismunandi leiðir við að ákveða hverjir væru þegnar hins nýja ríkis. Í Eistlandi og Lettlandi fóru við þá leið að bara þeir sem gátu rakið ættir sínar aftur fyrir seinni heimsstyrjöld og áður en þeir voru innlimar í Sovétríkin töldust þegnar ríkisins. Í Úkraínu var svo leið farin að bara allir sem voru staddir innan landamæra ríkisins undir lok árs 1991 voru þegnar sem í sjálfu sér er líklega betri leið en stundum hefur mönnum orðið heitt í hamsi eins og gerðist eftir Maidan-byltinguna þegar það til skamms tíma úkraínska þingið
bannaði rússnesku sem opinbert tungumál í austurhéruðunum sem alltaf gerði þetta þar brjálaða og dróði þetta síðan tilbaka því þetta var auðvitað alveg galið en þá var skaðinn skeður og það var hvatt til uppreisnar á öllu þessu svæði sem svona cirka þriðjungur Úkraína sem er kallað Novorossija frá fornu fari frá því að Katrín mikla innlimaði þetta svæði í Rússland og er að mestuleyti rússnesku mælandi. En þeir einu sem brugðust við þessu kalli var í Donetsk og Luhansk og auðvitað skipti tungumáli máli og þjóðernis tilfinningin en það sem skipti líka máli bara efnahagsaðstæður af því að Donetsk svæðið var eitt mikilvægasta iðnaðar hér að bæði Sovétríkjanna og Úkraínu bæði Sovétríkjanna og rússneska keisaraveldisins meina ég en í Úkraínu skiptir það ekki svo miklu máli af því að það vill eiginlega enginn nota kol lengur og sem jú sama fólki og kýs Trump sem atvinnulausi kolanámumenn og þeir sáu hag sinn líklega í því að ganga frekar inn í Rússland vegna þess að þjóðartekjur í Rússlandi eru þrisvar hærri á mann. Meðal Rússinn er alltaf betur heldur en meðal Úkraínumæðurinn og Úkraína er óbúslega fátækt land. En þetta fór nú samt ekki vel fyrir neinn. Hún alltaf búið að vera að stríða á þessum svæðum í 8 ár. Unga fólkið farið meira minna til Úkraínu eða Rússlands eftir högum. Gamla fólkið þarf að fara yfir ný landamæri raunverulega til Úkraínu til þess að komast í banka til að taka út ellilífeyrinn og þetta ekki ástand sem að neinn vill kalla yfir sig. Þannig að við fullur að íbúar bæði Donetsk og Luhansk hafa orðið fyrir vonbrigðum þegar hann alltaf ekki verið innlimaðir í Rússland. Heldur eru skildir eftir hálfgerðu limbói og stríðsástandi. Þannig að ég held að stemningin fyrir því að ganga í Rússland sé líklega minni heldur en hún var 2014 og samkvæmt nýlegustu skoðanakönnun sem reynda komin okkur ára sinna þá telja 78% íbúa sem vera Úkraínumenn og 17% Rússa. En skilin ekkert skörp. Það ekkert, í Eistlandi það þannig að þú talar eistneska móðumáli þá ertu eist og talar rússneska móðumáli þá tilheyrir á þannig rússneska hópnum en í mjög margir Úkraínumenn tala rússnesku að móðumáli sérstaklega í borgunum og í austurhéruðunum en álíta sig alveg vera Úkraínumenn fyrir því. En átökin hann á milli, Valur, þetta einhver leyti átök sveita og borga? En í borginni menning sem kannski á rússnesku, það sem þú veist, bókmenntirnar og hvað við segja, æðri menning svona sem hefur mótast þar langa tíma, en síðan í sveitunum töluðu úkraínska og það önnur menning, þetta, myndum maður öðlust eitthvað skilning á því, að ég meina það mörg, þannig voru mikið átökunum í fyrrum lýðveldum Júgóslavíu, það voru ofta átök á milli borganna og sveitana. Það eitthvað svoleiðis sem að myndi hjálpa menn til að skilja Úkraínu? Ekki svo mjög. Það vissulega víða þannig að bæði Pútín og Orbán og fleiri sækja fylgir sitt meira til sveita en sko lengi vel og alveg bara fram til fall Sovétríkjanna og frá því í keisaraveldinu þá var rússneska tungumál borgana og fólk sem flutti til borga úr sveit byrjaði að tala rússnesku sem var menningamálið, menntamálið, tæknimálið og allt annað. Það náttúrulega skipti á milli austurs og vesturs. Það bara í vesturhéruðunum sem eingöngu töluð úkraínska og í borginni Lviv sem að tæmdist undir lok seinni heimsstyrjaldar. Það miklu leyti verið til það miklu leyti til byggð Pólverjum og gyðingum sem voru drepnir eða hraktir í burtu í stríðinu og að einhverju leyti snýst þetta kannski ekki svo mikið menningu. Sko, Úkraínumenn líta mjög mikið upp til rússneskrar menningar og þeir lesa allir rússneskar skáldsögur og allt það. En þeir eins og að reyna eftir 2014 fyrst og fremst þeir að smíða sér þjóðarvitund sem byggir svolítið mikið bara á fjandskap út í Rússa og það verður mjög erfitt að sjá hvernig það verður dregið tilbaka í bráð sko en
sjálfstæði Úkraínu komið þetta svolítið mikið á óvart, en það ekki fyrir en sko 2014 sem svona gengið fram að hörku að búa til nýja þjóðavitund, nýja sögu aðskilin frá Rússlandi og síðan var Leninopad þegar allar styttur á Lenin sem eftir voru sem var helmingunum voru rifnað niður og þannig að úkraínsk þjóðavitund bara í smíðum þessa dagana sem svolítið áhugavert að fylgjast með. Já. Má ég Guðmundur draga þig einmitt þangað að tölum aðeins bara Austur-Evrópu, ekki bara Rússland. Þetta náttúrulega ríki sem alveg rosaleg stjórnmálaleg átök og kannski stjórnmálaleg þróun á síðustu árum og áratugum sem bara ekkert sérlega geðfellt sko, í Ungverjalandi og Póllandi og Hvíta-Rússlandi og þetta þessi svona hugmynd það að við myndum bara frelsa þessar þjóðir sem svona vestræna góðsögnin innleiða þau inn í okkar efnahagskerfi sem var náttúrulega bara nýlenduvæðing austursis frá Evrópusambandinu og þeim félögum. Erum við kannski að lenda í svolítið svona vanda út af því kannski næf og heimskulegar hugmyndir fólk hafði eftir hrun Sovétríkjanna hvernig vestræna frelsi myndi bara einhvern veginn frelsa alla bara með því að snerta þá? Já, það má orða það þannig, en sko þeir hafa, Austur-Evrópumenn hafa sömuleyti verið sviknir. Evrópusambandið var með mjög stífan áróður fyrir því að það svo gott fyrir þá að verða hlutar af þessu Evrópusambandi og það hefur reynst afar misjafnt og jafnvel mjög slæmt. Við getum bent til dæmis á að þessi lönd eins og Eystrasaltsríkin, að það þriðjungur íbúanna farin síðan 1991. Það vísu til dæmis í Íslandi, það 15% íbúanna farin en svo það 15% sem vinna í Finnlandi og borga skatt í Íslandi, en þeir koma heldur aldrei tilbaka. En Lettland og Litáen, það þriðjungurinn farin og þetta svona líka í Úkraínu. Og það 20% farið í Rúmeníu, það meira að segja komnar upp hindranir innan Evrópusambandsins til að taka á móti Rúmenum eins og til dæmis í Bretlandi. En þetta fólk held ég að hafa bara verið svikið allar dásendirnar sem var búið að gefa í skyn að biður ef að ríkin gengu í Evrópusambandið og sem dæmi til dæmis í Eystrasaltslöndunum þá var það bara smjörverð fjall helming þegar gengið var í Evrópusambandið og það þýddi það að landbúnaður í öllum þessu löndum hann fór á hausinn að stærstum hluta og fólki í sveitunum það fór til borgarna og var þar atvinnulaust. Það bara kona á neðri hæðinni hjá mér sem var í Litáen að hún segir mér það bara, það blasti við dauði fyrir fólk sem ekki bjó nálægt Vilnius og hún segir mér það að þetta engum Litá að fara tilbaka í þess sko, og þetta svona fátækrar kistur að verða og ég held að það sé það sem fer mest með þetta fólk en ég held samt að það sé alveg rétt sem að Valur að segja að þetta svona menningarlegt klúður en það því hins vegar ekki að neita að til dæmis Úkraína klofið land, vesturhlutin og austurhlutin, þetta dálítið ólík svæði. Svo það náttúrulega að taka tillit til þess að iðnaðurinn í austurhlutanum, hann var eingöngu í því að framleiða fyrir Rússa, til dæmis sporvagnaframleiðslan, allir rússneski sporvagnar voru framleiddir í Luhansk, í Marétt og samir að segja til dæmis hafnirnar í Eystrasaltsríkjunum byggðust á útflutningi frá Rússum og innflutningi til Rússlands. Nú þetta allt farið og atvinnulíf í klessu í þessum löndum og maður veit ekki hvað þetta endar. Ég held að hljóta verða einhvern veginn þannig þróun að annarkvort mun efnahagsbandalagið breyta sinni stefnu eða þá að þeir fara bara í náðar hraðum Rússa. Það getur vel verið að vera þannig. Svona på grín. Viktoría, ef ég má halda mig aðeins svona við þetta, þá það sem einkenni á öllum þessum ríkjum að svona félagslegar eignir samfélagsins voru rændar, fyrirtækin, auðlindirnar,
þú veist, félagslega húsnæðið var einkavætt og það gríðarleg umbreyting á skömmum tíma í þessum samfélögum. Svona tilfinning fyrir því að samfélagi hafi verið rænt, að fólk sé svikið, og þá ég bara að velta því fyrir mér svona út frá svona pólitísku jafnvægi, því það sagt að það sem að sú tilfinning rík, að við höfum verið svikin, að það náttúrulega farvegur fyrir pólitísk átök og deiglu. Það, upplifir það að sé þannig í Rússlandi og þeim hluta Austur-Evrópu sem að þú þekkir til, að fólki þykir almennt hafa verið svikið af Sovétríkjunum og svikið af nýfrjálshyggjunni og svikið af núverandi stjórnvöldum? Lítið svona traust á samfélagið, getur samfélagsins? Já, þetta mismunandi, þú veist, og fer eftir fólkinu reyndar. Til dæmis, ég myndi segja foreldrar mínir finna ennþá fyrir smá nostalgíu, þú veist, fyrir Sovéttímum reyndar, því eins og mamma sagði mér oft að þar var mikil ábyrgð og mikið öryggi. Til dæmis hún sem ungur sérfræðingur sem var búin að klára námið, hún þurfti ekki að hafa áhyggjur af því að finna vinnu, því að háskólarnir og fyrirtæki náðu samkomulagi að þú veist fá bara nýútskrifaða sérfræðinga til sín. Þetta var bara stórkostlegt. En eftir hrunið var fólkið allt í einu bara rænt þessu öryggi. Og málið að ríkið var að gæta frekar margs. Í þeim skilningi að þú veist, ríkið var að passa bara menntun, ríkið var að passa einhvers konar samfélagslega meðvitund, myndi ég segja, því að þú veist, ríkið var reyndar að móta fólkið mjög mikið og bara hafa áhrif í gegnum alls konar rásir, þú veist, hjá fyrirtækjum, hjá háskólum, hjá skólum, öll þessi samtök sem voru til á Sovéttímum, þú veist, Komsomol og Pioners og alls konar. Og allt í einu var fólkið bara eitt, skilurðu, sem sagt, ríkið sem það bókstaflega dáðist að var ekki lengur til, öryggið var ekki lengur til, fyrirtækin var ekki lengur til, út af því að, þú veist, Sovétríkin var ríki svona áætlanar bunaðar í þeim skilningi að allt var samkvæmt áætlun og stundum var alls ekki tekið tillit til dæmis auðlinda svæðisins og svo framvegis. Þar sem ég fæddist, það voru nokkrar smiðjur, en svæði var alls ekki einu sinni með hráefni. Fyrir þessar smiðjur, við fengum hráefnið frá Hvíta-Rússlandi, frá Kirgistan og Kazakstan. Og þegar Sovétríkin hrundu, þá var bara ekki lengur leið til að fá þetta hráefni, þannig að þessar smiðjur voru lokaðar. Fólkið missti vinnu og annað sem gerðist eru stríð aftur, sem sagt, sem hafði gríðarleg áhrif á fólki, sem sagt. Við vorum búin bara að fara úr Afganistan og hrundu Sovétríkin og allt í einu byrjaði stríð í Tjetjeníu og svo annað stríð í Tjetjeníu, skilurðu, og svo fjárhaldsleg kreppan og fólk misti mjög mikinn pening því peningurinn, þú veist, hafði ekki lengur neins gildi. Fólk mátti ekki lengur nota peningin því að, þú veist, þetta verðbólga var bara ósalegt, þannig séð. Og ég skil af hverju sem sagt fólk finni fyrir nostalgíu, því að þótt það væri bara ekkert málfrelsi, þannig séð, ekkert fundafrelsi í Sovétríkjunum, þá var þessi ósýnilega hönd að móta fólk þannig að það
trúði á einhvers konar öryggi sem var, ef við hugsum þetta, þú veist, mjög vel, reyndar ekki til, en fólk trúði á því og allt í einu var það bara rænt þessu. Þetta svona óvanaleg hugsun á Vesturlöndum að geta hugsað hlýlega til Sovéttímans, en ég hef ekki komið til Rússlands, en ég hef komið aðeins, stoppað aðeins við í Pétursborg, var þar í einhverja, mann ekki hvað þar, 10 daga, 2 vikur. Og það var ógleymanlegt að mér bóðið heim til fólks sem hafði það ágætt, var að vinna í svona businessfyrirtæki og var í stjórnunarstöðu og hafði það bara gott. Það bjó samt ennþá í svona, virkaði á mig svona gömul verkamanna íbúð. Þetta fólk var svo stjarnfræðilega menntað að ég held að það verið bara stjarneðlisfræðingar og guð með þetta hvað, hjón, bæði stífmentuð. Bauðu mér heim, við svona vakstúk og borðaði í eldhúsinu eins og var í gamla daga á Íslandi og búið að borða þar. Og þau sögðu við mig að sko í gamla daga, og það var að tala í Sovétríkin, að þá var samfélag í Sovétríkjunum. Þá vorum við saman í samfélagi. En núna eftir hrun Sovétríkjanna að þá okkur hengt hvort upp á móti öðru, við klórum augum hvort úr öðru til þess að komast yfir húsnæði, klórum augum hvort úr öðru til þess að fá vinnu og þannig samfélagið í dag. Og þetta var svona fyrir mig Vesturlandamann bara ógleymanlegt að heyra þessa lýsingu. Hvað segir þetta? Þessi hugmynd að þjóðin hafi mist eitthvað svona raunveruleg verðmæti, þó svo að hún getur raunverulega ekki beðið þau af því að það fylgir því svo mikið landstig. Þetta raunverulegt í Sovétríkjunum eða Sovéttíminn bara svona farinn og gleymdur? Þú að tala við mig, já. Meinar hvort það minna svona samfélag tilfinning núna? Já, og að fólk hafi hugmynd að við vorum þó með skárra samfélag sem hlýtur að vera svolítið svona erfitt fyrir samfélagið og upplifir það að það hafi kannski mist svona mennskuna úr samfélaginu. Þú veist að samfélagið okkar sé ekki eins hlýtt og gott og það áður var, jafnvel þótt að hafi heitað Sovétríkin, að þá svona upplifin að við séum að lifa eitthvað svona hálfgerða helvítistíma, sko. Ég held við erum búin að búa í helvítistíma svolítið lengi í Rússlandi í rauninni. Af því að ég skil hvað þú meinar með öryggi og allt þetta í Sovétríkinum, en á sama tíma það líka Stalin, Gulag og það svo margir og ég held það sem það mjög mikið tala síðustu árin 1937 þegar mikið af fólki var sendt til burtu og dreipin í svona Gulag-lager, eða hvað heitir það. En málið að það bara sama sem að gerast núna. Til dæmis það nýjasta nýtta svona merkjafólk og fyrirtæki sem foreign agent og það þýðir að þú getur ekki unnið eins og til dæmis það mjög stór fjölmiðla sem eru í Latvíu og þau eru foreign agents núna og það þýðir að þau geta ekki lifað á auglýsingum, að þeir enginn má vinna með þau og þau verða að skrifa svona 5 línur texta í hverju skipti og þau posta eitthvað að þetta skilaboð frá foreign agent, hver einasta skilaboð á netinu, þau verða að gera það. Ef þau mun ekki gera það, þá mun þau fá sekt eða manneskja eða einhvern úr fyrirtæki mun fara í fangilsi. Og það líka mikið svona hatur í gegnum svona samkynhneigð fólk til dæmis. Ég þekki ein rithöfund sem nýbúin að fá bókmenntaverðlaun, hún lesbía og einhvern skrifar á Wikipedia hennar að hún lesbía og feminist og einhvern frá svona, ég veit ekki hvaðan, hringdi í bókmenntahátíð þar sem hún var að dagskrá og bað þau að hætta við hana og þegar þau vildi það ekki, þá bara lokaði þau bókmenntahátíð. Og mér finnst það mjög svipað eins og það var í Sovétríkinum, en það eru að minnka svona
nostalgíu. Þegar ég var í Moskvu í sumar, ég tók eftir því að það eru mjög margar svona risastór murals í byggingum stríð, af því að Rússar eru mjög stolt að þau eru búin að vinna stríð og það kom mér mjög mikið á óvart þegar ég byrjaði að fara til útlanda að fólk held að það var ekki Rússar sem vann stríðinu, svona seinna stríðinu. Og ég bara, Bandaríkjamenn, hvað gerðu þau? Ég var bara alveg í sjokki, af því að það bara, þetta voru Rússar, við unnum, og það 80 árum seinna þau eru ennþá að nota þetta sem svona patriotist propaganda. Og líka í Alþjóðagarðinum, það að spila svona sovjesk tónlist og svona sovjesk stemning. En já, ég held það ekki mjög góðar tímar eins og það var áður líka. Nei. Þannig þið lostið bara ekki við þetta, þið eru með ógnarstjórn keisarans og ógnarstjórn Stalins og nú eru þið með ógnarstjórn Putin. Það breytist allt en það breytist ekki neitt. Nei, ég held það breytist ekki neitt í rauninni. En segðu mér eitt áður ég spil val, en þú hafði rétt fyrir þér, það voru Rússar sem unnu setið í heimsstyrjöldina, það voru ekki Bandaríkjamenn. Meinar þú hvort ég... Já, hvort þú trúir því í dag? Er ekki viss á því ennþá í dag að það var Rússar sem unnu setið heimsstyrjöldina en ekki Bandaríkjamenn? Ég held það var coalition, eða hvað heitir það? Ekki bara Rússar. Já. Það voru bandamenn. Ekki Bandaríkjamenn. Bandamenn þetta kallað á íslensku. Það voru bandamenn, það voru samvinna Bandaríkjamenn að Breta, Sovjetmanna og fleiri. Herðu Valur, af því að nú spyr ég aftur sem Úkraínumann og þetta með þetta, ég heyri það hjá þeim, Natasju og Viktoríu, svona frændþjóðirnar og svona Rússarnir vilji vel að hafi svona skyldur gagnvart Úkraínumönnum. Og þetta svona björnin sem að vill faðma þessi ríki að sér, þau vilja ekki láta faðma að sér. Hvað afstaða Austur-Evrópumanna til Rússa eru ekki góð. Það litið á Rússa sem ógn, ef ég má vitna aftur í dæmi frá mér, að það pólsk verkakona í Reykjavík sem alin upp í austurhéruðu Póllands. Þið munið að eftir hruna þá var Davíð Oddsson að tilkynna að ætlaði að fá lán hjá Rússum. Hún gerði sér far heim til mín til þess að biðja mig að reyna að stoppa þetta og ég hafði náttúrulega engin áhrif á Íslandi til þess að geta gert það. En henni fannst þetta vera svo svakalegt hvað væri að gerast að hún bara fór í kápuna sína og tók töskuna sína og heimsótti mig og hefur heimsótt fleiri til að biðja mig lengstra orða að reyna að stoppa það, ekki fá lán hjá Rússum. Og þetta svona afstaða margra í Austur-Evrópu til Rússa, það allt betri Rússland. Já, það náttúrulega oft sagt að Rússar hafa aldrei ráðist á nágrannaríki sinn en að þeir urðu ekki stærsta land í heimum með því að biðja fallega. Og ég hef oft tekið svona, reynt að útskýra afstöðu Rússa því að það svo margir menn fatt ekki að þeir hafi allar ástæður til þess að vera hræddir við Vesturlönd en það hins vegar alveg rétt að allir nágrannar Rússa eru hræddir við þá og að miklu þetta til fer þetta aftur í seinni heimsstyrjöld og fyrst og fremst mismunandi túlkanir á seinni heimsstyrjöld og mismunandi leksíur sem menn telja sig hafa lært af því. Í Rússlandi og rússnesku söguvitund, ekki síst þessa dagana eins og komið fram, föðurlandsstríðið mikla, sem við kalla seinni heimsstyrjöldina, Napóleónsstríðin innrás Napóleóns og föðurlandsstríðið. En föðurlandsstríðið mikla algjörlega miðlægt í söguvitund Rússa og eiginlega í þjóðarvitund líka. Eftir fall Sovétríkjanna þá vissu Rússar ekki annarlega hverjir þeir voru, hvort þeir voru góðir eða vondir eða kannski alltaf bara verið vondir eða hvað en hluta af verkefni Pútins hefur verið að skapa nýja rússneska þjóðarvitund sem snýst svolítið mikið sigurinn í seinni heimsstyrjöld. Þetta sem allir Rússar geta sameinast þetta til að fara að vera heilar og heilar og það má ekkert gagnrýna og ekkert segja slæmt Rússlandi seinni heimsstyrjöld og 9. maí sem sigurstagurinn mesti hátíðardagur ársins. En í Austur-Evrópu
eru menn með allt aðra sýn. Rússar líta svo á fyrst og fremst að stríðið byrjaði 20. júní 1941 þegar Þýskaland réðist á Sovétríkin. Allt fram að því var svona upptaktur þar sem að Rússar voru að reyna að tryggja varnir sínar með því að leggja undir sig nágrannaríkin, eins og Eystrasaltslöndin, austurhluta Póllands, Moldóvu og hér í Finnlandi. En í Austur-Evrópu er sýnin allt önnur. Þar líta menn svo á að seinni heimsstyrjöldin hafi raunlega byrjað 23. ágúst 1939 með Molotov-Ribbentrop samningnum, með samkomulagi Hitlers og Stalin til að ströfa á milli sín. Og þannig eru Sovétríkin orðin samsek frá upphafi. Og þess að tvær sögur sínir ná auðvitað ekkert saman. Þannig að sem að setur deiluna í Úkraínu í allt annað samhengi ef að þú trúir því að það verið Sovétmenn sem að störtuðu seinni heimsstyrjöldinni, þá eru átök þeirra við Úkraínu, ja, kannski tilefni til að óttast það sama, að þetta geti leitt til þess að það verði til ný heimsstyrjöld. Já, og seinni heimsstyrjöldin er líka svolítið miðla í þeirri deilu. Úkraínumenn líta svo á að Putin sé Hitler og þeir sé að verða sig gegn útþenslu hans, meðan að margir Rússar líta svo á að Úkraínumenn séu bara fasistar, sem að sumir þeirra voru í seinni heimsstyrjöld en mjög margir ekki, og einhverjar svona þjóðernishreyfingar hafa verið með fakist átt. Þannig að meira í þeirri deilu þá er einhvern veginn seinni heimsstyrjöldin óútkljáð og síðan náttúrulega þjóðir með ennara leksíu sem þeir lærðu. Ég var í Þýskalandi í byrjun árs 2014 þegar að Rússar lögðu undir sig Krímska, og þá var bara búið að betra til Berlín af plakatum, bara nýja vitar kríg og mynda þýskum hermanni dauðum fyrir framan Brandenborgarhliðið, og þeir vilja ekki annað stríð í Rússland. Þeir eru búin að fá þessu alveg fullsata af því, sjá djöfulinn í Rússlandi, og þannig náttúrulega líka innan NATO, þannig náttúrulega næri þessi sög sín ekkert saman, ég ætla áður en ég kem að Guðmund ætla ég aðeins að spyrja Natasju að því hún þarf að fara. Það er eitt sem að Valur var að segja þarna með tengslinn við svona Hitler og aðdraganda seinni heimsstyrjöldina. Því ég heyrði að bæði á þér og Viktoríu þegar ég var að spyrja er líklegt að Rússar fari í stríð, þá fannst mér vera svona eins og vera að velta fyrir sér hvað getur maður trúað eigin tilfinningu vegna þess að fólkið í aðdraganda seinni heimsstyrjöldina var alltaf að telja sér trú að það yrði ekkert stríð, en svo bara varði eitthvað stríð. Skiptir þetta máli svona þegar þið eru að velta þessu fyrir sér, svona sagan það að hvað hugmyndin að stríða hafi komið aftan að okkur, að við höfum hangið svo lengi vonin með verið friður en svo var bara ekki vilji til þess. Spilar þetta rullu svona að maður efast eigin mat vegna þess að almenningur er alltaf blekktur í aðdraganda stríðs? Góð spurning. Fyrir mér er það stríð. Þetta er eitthvað sem við hugsum 9. maí á hverju ári. Þetta er mjög stórt, ein af stærstu hátíðum í Rússlandi eins og Valur sagði. Og ég get ekki ímyndað mér það. Ég veit að það var, það var stríð, við tókum þátt því. En ég bara get ekki ímyndað mér það. Ég veit að það er eitt að gerist í Úkraínu og það er mikið að gera núna í kringum Rússland. Og ég veit að Rússar eru mjög mikið svona military dæmi og það eru mikið að hermennum og maður þarf og verður að fara í hermenn í 1 ár að minnsta kosti. En ég tengi það ekki nefnilega með sögu, af því að það var aðeins stærri en bara Rússar. Nei, ég tengi það ekki mjög mikið með sögu. Nei. Má ég spyrja þig, Viktoría, að lærdómur sögunar er kannski sá að maður á ekki að vonast eftir friði. Maður á að gera ráð fyrir því að við séum að leiðin í stríð og maður á að berjast gegn því. Það er það sem að almenningur kannski aðdraganda seinni heimsstyrjöldina klikkaði á mjög víða heim. Það svona sogaðist takt og bítandi inn í það að fallast á stríð.
þetta eitthvað sem að Rússar eru kannski þurfa að velta fyrir sér? Hvernig þeir eiga að bregðast við þessum tíðundum? Á maður að bara bregðast alltaf við eins og að það sé raunverulega, því að stríð svo hryllilegt að maður á eiginlega að berjast gegn því, þótt að sé ekki nema 0,5% líkur á því þessi stríð, að þá á maður að berjast við því eins og bara fullu krafti. Já, svo við getum aldrei við að 100% hvort það yrði stríð eða ekki, sem sagt, þegar við hugsum bara sem sagt, seinna styrjöld, þá gerði maður allt til þess að tryggja frið, þú veist, eins og Valur nefndi, það var Molotov-Ribbentrop samningur og Stalin sem líka náði samkomulagi við Hitler þar sem við vorum að senda alls konar málm til Þýskalands. Hann hugsaði að sem sagt á þennan hátt tryggði hann einhver veginn líka frið því að við vorum, þú veist, í góðum málum, í góðum samskiptum. Og þegar Richard Sorge tilkynnti frá Japan að það yrði líklega stríð og hann nefndi jafnvel dagsetningu 22. júní, en Stalin trúði þessu ekki og þegar stríðið byrjaði 22. júní klukkan 4 þar sem ráðist var á Kænugarð, þá eins og að minnsta kosti mér var kennt, þú veist, í sögu Rússlands, þá fékk Stalin bókstaflega hjartaáfall og hann gat ekki ávarpað þjóðina, Molotov gerði það og Stalin jafnaði sig bara nokkrum vikum seinna og ávarpaði þjóð í byrjun júlí. En nú á dögum sem sagt mann langar ekki að hugsa þetta og ég sem, þú veist, ég upplifði hræðslu stríðsins þrisvar, sem sagt pabbi minn þótt hann væri verkfræðingur, hann var samt skuldbundinn til herþjónustu og hann var kallaður tvisvar þegar fyrsta stríð í Tjetjeníu byrjaði og svo í annað skipti hann slapp báðum sínum af tilviljun, myndi ég segja. Í fyrsta skipti gat hann ekki farið út af því að hann var bara helsta fyrirvinna fyrir 2 fjölskyldur á þeim tíma því afi okkar dó og þannig að pabbi sá bara 2 fjölskyldur á sama tíma og í annað skipti slapp hann út af því að hann var ungur foreldri með 2 börn og við vorum yngri en 7 ára á þeim tíma og í annað skipti var þetta 2015 þegar bróðir minn ákvað að fara í her. Þetta var bara hans ákvörðun og út af því að hann þú veist, voða sterkur ungur maður, þá var bara talað mikið að senda hann til Sýrlands á þeim tíma. Og ég var brjáluð og mamma og ég man að við vorum bara að hafa samband við alla ættingja sem tengjast hernum einhver veginn og náðu einhver frænda sem sá innskráningu og hann bókstaflega breytti þessu. Þannig að mér langar ekki að hugsa stríðið og líka út af því að ég þekki svo marga Úkraínumenn og við erum góðir vinir og þegar við hugsum bara hagsmuni okkar, þá stríðið ekki hagsmuni nummer 1. Sem sagt, þannig að ríkin sem tala að herða aðgerðir á landamærum eða þú veist sem tala alls konar herstjórnarlegar hlíðar málsins. Mér finnst að þau gæta bara sín eigin hagsmuna en ekki þjóðarinnar. Þetta málið. Takk fyrir þetta. Það auðsið að stríð raunveruleiki meðal Rússa. Maður heyrir það í hvernig þið talið. Að þetta raunveruleiki sem kannski fjarlægur okkur hérna á Íslandi sem höfum ekki þessa reynslu af stríði. Guðmundur, ég veit ekki hvort þú viljið bæta ykkur við þegar má ég spyrja svolítið svona annað mál sem að því að hérna við höfum verið að tala ógnina af Rússum og allt þetta en þú
þú ert hrifinn af rússnesku samfélagi og elskar Rússa og elskar rússneskt samfélag. Þegar þú ert að horfa á þetta núna og svona með þróunina, ertu bjartsýn fyrir hönd rússneskt samfélag að það muni þróast út úr þessu Pútín tíma til einhvers góðs eða hvernig tilfinningu hefur þú svona til hvert rússneskt samfélag að þróast? Já, ég horfi þetta út frá þetta frá því ég var þarna við nám 68-70 og það hafa orðið alveg gífurlega breytingar í Rússlandi frá þessum tíma. Og ég fór til dæmis í ferð ég sigldi niður alla Volgu 2019, sigldi frá Moskvu til Astragan. Og ég var að segja það að breytingarnar eru miklu meiri heldur í nokkuð tíma áttu von á. Rússarnir voru afskaplega bjartir og hressir í staðin fyrir að þeir voru innilokaðir og feimnir 68-70 og ég segi bara þessar breytingar eru alveg rosalega góðar og tala það sem Pútín sem einhvern harðstjóra og þetta sé einhvern einveldi, það bara hlægilegt rugl. Sennilega flokksræði þarna eins og hjá okkur, það bara sams konar kerfi og sennilega rússneska flokksræði, já það allavega lýðræðislegra heldur borgarnes flokksræði okkar á Íslandi sem ef við tölum atkvæða hlutvægi, þegar það tvöfalt atkvæðavægi á menn sem búið út á landi, þá er sko þetta héraðakerfi 89 kjördæmi í Rússlandi sem eru tiltölulega mjög eðlilega skipt og þetta hefur verið að þróast núna undanfarin ár. Sko fyrstu árin eftir hrunið, þá var náttúrulega ráða fyllibittur stjórn í Rússlandi og það skelfilegt tímabil. Fátæktin hún jóks og þjóðartekjur fóru lægst 1996. Síðan eftir það, þá fer nú aðeins í hjörna til og eftir 2020, 2000 segi, eftir 2000, þegar Pútín kemur til valda, þá hafa þjóðartekjur og mann meir en 10-faldast, alltaf þessi ekki 12-faldast. Og það bara allt annað líf í þessu landi. Landið náttúrulega blasir við að Rússland mjög fátækt land. En sko fyrir mig sko sem hefur reynt að leggja mig eftir tungumálinu og skilja fólk, þá líkar mér betur í Rússa heldur en flest aðra. En ég hef líka reynt að læra, hef farið í pólsku og verið að læra pólsku undanfarið og teknísku. Og það sem ég finnst einkennilegast öllu það að því ég kemst onni í pólskuna og fer að geta að tala svolítið við Pólverja, að Pólverjar eru með ímyggust og eru hræddir við Rússa, en þeir elska Þjóðverja. Ég skil ekki þessa sjónarmið. Þjóðverjar komin í Pólland og drápu 15 milljónir og þeir elska þá, en svo eru hræddir við Rússa. Það eitthvað öfugsnúið við þetta. Þú talar Pútín sem svona Pútín frænda, eins og var talað Stalin í Kanada, Stalin frendi. Nú spyr ég bara eins og 12 ára. Pútín, hvað það bara eins og svona venjulegu framsóknarmaður svona í pólitík? Hvers svona pólitísk þykindi Pútín? Hann byrjar þannig að hann hefur ekki völd þingsins á bakvið sig. Hann þarf að sigla milli Sýrs og Báru og stóla á stuðning svona landbúnaðarflokka og Žirinovský studdan á fyrstu tímabilunum. Síðan kemst hann í það að hafa algjör völd á þinginu. Og þá breytir svolítið tónninn, síðan Medvedev forseti eitt tímabil. Hann dálítið merkilegur gaur, með gleyma honum alltaf. Og en síðan tekur Pútín við aftur og alltaf sé ekki núna á síðasta kjörtímabilinu. Mér sýnist það á öllu, það svona ýmsmerkið það, en hann bara einfaldlega vinsæll stjórnmálamaður og hann hefur unnið með afgerandi yfirbröðum og það dettur ekki nokkur mann í hug á Vesturlöndum að tala það að maðurinn svo Ólafur Ragnar hafi verið eitthvað einvaldur eða eitthvað svoleiðis, það bara hlægilegt. Pútín bara stjórnmálamaður við venjulegar aðstæður í lýðræðisríki. Þetta bara kristið lýðræðisríki og menn eru bara ekki búin að átta sig á því hér á Vesturlöndum. Ég að sömuleitt alveg sammála henni Natasju að ég var ofboðslega hissa þegar ég áttaði mig á því
hvernig mannfall var í síðari heimsstyrjöldinni, að Bandaríkjamenn hefðu mist 407.000 manns, Þjóðverjar 8 milljónir og Rússar 27 til 8 milljónir. Þetta voru upplýsingar sem ég var ekki alin upp við. Ég var alin upp við bandarískar kappóimyndir og það að Bandaríkjamenn hefðu sigrað allt og þeir voru hinir miklu sigurvegara. Svo kemst ég að því á gammals aldrei þegar ég er að skoða hagtölur að þetta lygi. Auðvitað voru það Rússar sem unnu styrjöldina. Og þá er að segja það að hugmyndir okkar Rússland og Putin eitthvað sem að þjónar bara stjórnmálam fólki á Vesturlöndum við að sannfara okkur eitthvað vegna þau alltaf nota rússnesku ógnina til eitthvað. Bara blaðakostur Bandaríkjanna hefur lagt á það gífurlega áherslu að útmála Putin sem millmenni. Í það hefur verið $1 milljörðum. Og ég sé ekki annað en að það sem hann gerir, hann er að reyna að tryggja fylgi sitt með Rússa og hún að tekst honum. Hann hefur verið með þetta frá 60 og upp í 80% fylgi í kosningum eða jedinæja Rossía og hugmyndur allt annað er bara tóm vitleysa. Herðu, Valur, þú hefur búið svona víða í kringum Rússland og þú nú rithöfundur og maður velti fyrir sér hvort að þú sért að velja að vera á þessum stöðum vegna þess að það er bara meiri átök og svo veist meira söguefni, það er skemmtilegra fyrir rithöfund að búa þar heldur en hérna í Fossvoginum. Þegar þú ert að horfa á svona þróun þessa svæðis, ert þú jafn bjartsýnn og Guðmundur sem að sér fyrir sér að þarna muni bara Framsóknarflokkurinn hægt og bítandi koma á kristnu lýðræði eða er þetta jarðsprengjusvæði og eitthvað svona degla sem að jafnvel eitthvað hryllilegt geti komið út úr Austur-Evrópa? Líklega verði eitthvað svona milliverð, þannig að spurning svo hvort að verið sé að tala Svo náttúrulega ef ég má skjóta einu, þá er náttúrulega fólk sem heldur því að Framsóknarleiðin sé hryllingur. Svo það er hægt að vera bæði. Já, það er spurningilega hvort þú ert að tala sko þróun innanríkismála í Rússlandi eða utanríkismála. Já, ég er að hugsa innanríkismáli sem að náttúrulega kannski utanríkismálin verða náttúrulega stóla á. Það er ekki hægt að reka einhverja einræðis eða alræðis utanríkisstefnu ef að landið bara þróast í áttina að virku opnu lýðræðisríki. Nei, þetta er sko eitt er þetta sem hefur nefnt með fólksfjöldaþróun sem að er víðast hvar slæm en hún er þar alls staðar í Evrópu líka en í Austur-Evrópu eru sjaldnast innflytjendur annars staðar frá. Í Rússlandi koma einhverjir frá Mið-Asíu en sko Rússar mistu 1 milljón manns í fyrra bara sem að hlutir það vegna þess að meðallífaldur er styttri, fólk eignast færri börn og kannski svo margir Rússar flytja í burtu en demografíska þróun Rússlands er ekki góð. Þetta er svona vandamál sem að hengur yfir þeim og sumir vilja meina að Putin sé bara að tryggja varnir Rússlands áður en að hnyklunin tekur við og að einhver leyti er þetta afleiðing líka af sko skelfilega mannfalli í seinni heimsstyrjöld sem er þegar að tala um Rússar að misti 27 milljónir þá er reyndar að tala um Sovétríkin öll þannig að hvíta Rússar misti nú hlutfallslega flesta fjórðung þjóðarinnar. Úkraínumenn auðvitað féllu margir líka og alls þar en sem þýðir að sko þegar að svo kynslóð sem átti að eignast börn kringum eftir seinni heimsstyrjöld, hún var ekki til. 80% allra árgangsins 1923 karlmanna var drepinn og þetta endurtekur sig alltaf. Það vantar alltaf aðra hverja kynslóð sko sem að því að það vantar heila kynslóðana sem að eignast það ekki börn og barnabarnabörn. En þetta er svona yfirhangandi vandamál. Varðandi Putin þá finnst mér eiginlega megi skipta valdatíma hans nokkuð þægilega í tvennt sem er fyrir og eftir Medvedev. Allir Rússar sem þá voru uppi muna eftir hryllingi 10. áratugarins sem var eitthvað helmingi meiri kreppa heldur en Vesturland lenti í kreppunni miklu á 4. áratugnum og Viktoría getur þetta sett miklu meira frá því en ég en
efnahagur Rússlands alveg í kaldakólum og spillingin óboðsleg og síðan tekur Pútín við og hann tekur svolítið til og kjör batna mikið. Pútín líka heppinn að olíuverð hækkar óboðslega mikið á þessum tíma. Það hafði verið lágt lengi og jafnvel leitt af sér hrun Sovétríkjanna sem að stólaði á olíu. Þannig að ég held að sæki lögmótið svolítið mikið til bara þessa upphafs að þann var skárri heldur en það sem á undan kom en síðan þegar hann kemur aftur 2012 þá verða miklu meiri mótmæli heldur en hann býst við og hann verið efnahagur Rússlands hann stórjókst á stuttum tíma en síðan hefur hann bara stað í stað og Rússar flýti ekkert voðalega mikið út annað heldur en olíu og gas. Það er ekki oft sem maður sér rússneskar vörur út í búð, kannski eitthvað svona fínan vodka eða eitthvað, kaviar, en í staðinn fyrir efnahagslega framþróun þá er Pútín svolítið farin að bjóða upp á bara ég segi með endur stórveldisstöðu en það að Rússland er orðið miklu meira gildandi í alþjóðamálum heldur en það var á Jeltsin-tímanum og auðvitað það algjörlega oft sem sagt að Pútín sé að leggja undir sig Evrópu eða endurreisa Sovétríkin eða sé með eitthvað rosa plan að leggja undir sig hitt og þetta en hann í flestum tilfellum bara bregðast við aðstæðum og klaufugangi Bandaríkjamanna og nokkuð færi í því en það hefur svolítið hagað því að vera núna í utanríkisráður hans að tala við utanríkisráður Bandaríkjanna og hann að hitta forseta Frakklands og þannig hann að hitta forseta Kína og þannig hann svona stór player á alþjóðlega sviðinu einmitt út af Úkraínu deilunni. Já, það er kannski svona innanlands árangur. Þetta bara sagan það sem sagan við kennt Rússum ef þeir hafi ekki hátt að hlusta enginn á það Þannig að Jeltsin var algjörlega ítti hliðar, hann lagðist á móti stækkun NATO eins og allir Rússlandsforsetar myndu gera, hann lagðist á móti loftárásum á Serbíu og var hálf grátandi í símanum en Bill Clinton svona nánast skellti á hann og sambandið voru svo styrkt undir lok Jeltsin-tímans að menn töldu að Pútín myndi lægja öldurnar sem hann vissulega gerði í fyrstu en þess að stækkanir NATO halda bara áfram og vega að kjarnahagsmunir Rússlands og engin Rússlandsforseti myndi taka því vel en þú ert ekki að svara spurningunum þú skart þessi heimslut að þróast svona. Þú treystir ekki til þess Já erum við að tala utanríkismál eða innanríkismál erum við að tala utanríkismál þá eins og sumir þingmenn repúblikanar að benda á þá liggja hagsmunir Bandaríkjanna raunverulega ekki í því að stækka út NATO eða efla ítöksin í þessum heimsleita. Þvert á móti þeirra raunverulega ógnir Kína og maður finnst líklegt eftir því sem að Bandaríkin kannski drægi sig meira tilbaka og einhvern sem Asíu þá er alltaf hæpið að NATO muni stækka meira en þetta verður eitthvað spennu valdur af því þeir muni heldur ekki segjast ekki að gera það. Síðan alltaf þetta bara stóra spurningin hvað gerist þegar Pútín einhvern daginn fellur frá, hann alltaf er 70 í ár og og nú hann búin að vera svo lengi, hann búin að vera lengur þetta en Brezhnev og það komin upp ný kynslóð Rússa sem man ekkert eftir hryllingi Jeltsin-tímans og vill eitthvað nýtt og mun kynslóðin á eftir eins og Gorbachev gerði eftir að Jeltsin féll frá vilja breyta öllu eða mun hún vilja halda pútinismanum áfram og og þó að vissulega sé þessi spenna stórum hluta til vesturveldunum að kenna þá er líka erfitt að sjá að það mun eitthvað breytast fyrr en Pútín fer frá. Það er bara sambandið bara orðið það slæmt að vonandi þegar Pútín fellur frá mun einhver stuttur gluggi mynda það sem hægt er að koma öllum þessum samskiptum í betra horf eins og gerist þetta fall Sovétríkjanna og vonandi mun það ekki vera jafn illa nýtt eins og gerst á þá. Já, það er kannski hæpi líka að óska þess að Pútín falli frá hann og vel á sig kominn, kallinn.
Já, ég segi einhver daginn með að láta völdum, einhver daginn með Elísabet Grétardrottning láta völdum. Já, hún 97 ára, þannig að við gætum átt 27 ára eftir að Putin. Herðu, Viktoría, bara stutt í lokin, hérna hefur tilfinningu fyrir því að saga Rússlands sé að þróast á í góða átt, að Rússland eftir 10 ár, 20 ár verði betra samfélag heldur en það núna? Sko, ég sem kennari, ég vinn með unga fólkinu mjög mikið og ég dáist reyndar af yngri kynslóð í Rússlandi sem sagt hversu forvitið þetta fólki og hversu gáfað myndi ég segja. Til dæmis við sem upplifðum alls konar til dæmis eftir gjörning Pussy ræðat í Dómkirkjunni við fórum á mótmæla á Manjersne torginu en þessi kynslóð jafnvel sterkari en mín kynslóðin sem sagt. Kynslóðin sem kannski aðeins 5 eða 10 ára yngri en ég sem sagt. Þeir sem nú orðnir bara 20 ára. Þetta sterk kynslóð með ákveðnum skoðunum sem hefur aðgang að öllum upplýsingum sem við höfðum reyndar ekki því internetið var ekki eins þróað þegar ég var unglingur þannig að þetta kom miklu seinna en mér langar að trúa sem sagt að þessi kynslóð nær því að breyta kerfinu sem nú þegar til því að mér finnst að margir atburðir sem eru nú til staðar endurtakast. Líkjast þeim sem við lesum í bókum Sovétríkin, sem sagt. Ofsóttir, fangabúðir, alls konar hryllingar sem voru til á tímum Sovétríkjanna eru ennþá til. Eins og Natasha nefndi og lýsti mjög vel, en ég trúi bara á yngri kynslóð. Ok, það algengt að fólk út allar heim trúir því að unga kynslóðin muni bjarga þessu messi sem við byggum til. Það á við í Rússlandi svona. Herðu, ég þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til þess að koma og spjalla við mig Rússland og afsakaði að ég bara spyr eins og barn því ég veit ekkert Rússland og þakka ykkur þolinmæðina. Þakka þeim sem að hafa notað þetta eiginlega námskeið sem ég á og staldra við og hlusta á þetta gáfaða fólk talað Rússland. Þakka ykkur kærlega fyrir að stoppa við. Rauðaborðið hlutið af samstöðinni og samstöðin haldið úti af Alþýðufélaginu. Þið getið skoðað það ef þið farið inn á samstöðun.is, þið getur gert félagar í Alþýðufélaginu og hjálpa okkur við að byggja það upp. Hérna eru margir þættir. Natasja Stoljarova sem var áðan, hún til dæmis með þátt sem heitir Íslendingaspjall með hrein, þar sem hún talar við innflytjendur íslensk málefni og málefni innflytjenda á Íslandi og það einn af mörgum þáttum sem eru í samstöðinni sem eru innflytjendur, það líka þetta leigjendur og margt fleira. Til þess að styðja þessa uppbyggingu samstöðurinnar þá getið þið gert félagar í Alþýðufélaginu hvetja ykkur til þess. Ég hvet ykkur líka til þess að dreifa þessu þætti ef þið getið það því að þessi dreifi kerfi samstöðurinnar eru raunverulega bara þið. Þið getið farið inn á síðu samstöðurinnar á Facebook, líka síðu samstöðurinnar inn á YouTube. Ég hvet ykkur til þess að læka þetta og gerast áskrifundur og hjálpa okkur við uppbygginguna. En takk fyrir í kvöld.